Hér kemur seinni hlutinn af fyrsta kaflanum úr bókinni Maður og náttúra. Allar lífverur þurfa næringu í einu formi eða öðru. Það er hins vegar mjög misjafnt hvernig lífverur verða sér út þá næringu sem þær þurfa. Plöntur búa sér einfaldlega til þá næringu sem þær þurfa með ljóstillífun eins og við höfum verið að skoða. En dýr þurfa að borða til þess að fá næringu og borða þá aðrar lífverur eða afurðir sem að aðrar lífverur búa til. Það ferli þegar lífverur eins og dýr brenna þeirri fæðu sem þær borða. Plöntur brenna líka sykrinum sem þær búa til. En það ferli kallast bruni. Þá taka þær næringuna, brenna honum og fá út úr því orku sem þær geta notað í allt mögulegt. En þetta ferli, bruni, er í raun og veru svipað ferli og ljóstillífun nema bara í öfuga átt. Í staði fyrir að í ljóstillífun vorum við með koltvíoxíð og vatn sem með hjálp frá orku frá sólinni varð að glúkósa og súrefni. Þá byrjum við hinum megin, við erum með glúkósa sem að brennur með hjálp súrefnis. Við það verður til koltvíoxíð sem að dýrin hafa ekkert með að gera og henda út í andrúmsloftið pluss vatn og við það losnar orka og til þess eru dýrin að þessu eða lífverurnar til þess að fá orku. Koltvíoxíð og súrefni mynda svona ákveðna hringarás í gegnum ljóstillífun og bruna. Plönturnar taka til sín koltvíoxíð úr andrúmsloftinu, búa til sykur og við það verður til súrefni við það ferli kallast ljóstillífun. Dýrin nýta síðan þetta súrefni til þess að brenna matnum sem þau borða með ferli sem kallast bruni. Við það ferli verður til koltvíoxíð sem það þurfi ekki, þær henda því út í andrúmsloftið sem plönturnar taka svo til sín. Svona gengur þetta hring eftir hring eftir hring. Það skiptir engu máli hvaða bruna við erum með, allur bruni krefst súrefnis. Eldur er til dæmis dæmi bruna, en eldur getur verið mjög heitur. Kertalogi getur farið upp í allt að 1400 gráður á Celsius. En í mannslíkamanum verður brunin við eingöngu 37 gráður. Og hvernig stendur á þessu? Jú, það er vegna lífhvata sem stjórna brunanum. Við þetta verður brunin í raun og veru mun hægari og það er hægt að stýra honum og nýta betur orkuna sem myndast. Bíll þarf súrefni til þess að brenna bensíninu eða olíinu sem hann gengur fyrir og svona torfærubílar eru oft með eitthvað búnað sem að kallast nítró. Þá er gaskútur hérna eitthvað staðar í bílnum og þegar að bílstjórinn annarkvort ýtir á takka eða setur bensíngjöfuna alveg niður í gólf að þá er opnað fyrir gaskútin og sprautað inn á vélina. En það sem er verið að sprauta inn í vélina er í raun og veru bara þjappað súrefni. Og af hverju ætti það að virka við að láta bílinn verða kraftmeiri? Jú, þjappað súrefni þýðir að bílvélin getur brennt meira bensín í einu því að magn bensín sem að getur brunnið inn í vélinni takmarkast af því hvað mikið súrefni kemur inn. En ef við setjum inn þjappað súrefni getum við kveikt í meira bensín í einu sem þýðir meira afl. Þannig að súrefni er lykilatriði þegar við þurfum að kveiki ykkur. Olía og gas sem við notum og reyndar kol líka eru leifar af lífverum sem að lifðum upp á jörðinni svipað leyti og þegar risaeðlurnar voru upp á sitt besta fyrir svona 100 til 200 milljónum ára. Þessar lífverur dóu síðan og urðu að jarðlögum sem mynduðust önnur jarðlög ofan á. En það sem er síðan að gerast núna af því að grunnefnið í öllum lífrænum keðjum er þetta kolefni sem við erum að sækja í og brenna. Að við erum að dæla upp
eða moka upp í raun og veru byrðum af gömlu kolefni sem ætti að vera ofan í jörðinni. Við erum sem sagt að taka kolefni úr jarðlögunum og bæta því við andrúmsloftið í formi koltvísýrings. Og þetta er að hafa gríðarleg áhrif á lofthjúpinn, þó svo vissulega séu ekki allir sammála hversu mikið þessi virkni, eða þar að segja koltvísýringin í andrúmsloftinu, af hve miklu leyti hann hefur áhrif á hitastig á jörðinni. En það er nokkuð ljóst að það hefur einhver áhrif. En hversu mikil er ekki gott að segja. Þetta kolefni hefði annars komið upp í andrúmsloftið gegnum eldgos í rólegheitunum eða aðrar jarðskorpuhreyfingar, en við erum að í raun og veru fá það upp miklu hraðar en það hefði annars gert. Allar lífverur sem stunda ljóstillífun, plöntur, þörungar, frumdýr og sumar bakteríur nefnast frumframleiðendur. Það er sem sagt framleiða sína eigin fæðu sjálfar. Þær dýrategundir sem að lifa á frumframleiðendum köllum við fyrsta stigs neytendur. Þær lífverur sem að lifa á fyrsta stigs neytendum köllum við annars stigs neytendur og svo framvegis. Þær lífverur sem eru efst í þessari keðju, eiga sér enga náttúrulega óvini, köllum við toppneytendur. En hvað myndi gerast ef við myndum borða, segjum bara 2 kíló af mat á dag í heila viku? Hvað ætlum við séum þó þungi lok vikunar? Ætlum við þyngstum 14 kíló? Það gæti nú farið pínlítið eftir því hvaða matur þetta var sem við vorum að borða. En stuttasvarið við þessu er nei. Það er vegna þess að megnið af orkunni úr þessu mat sem við borðum yfir þessa viku fer í ýmislegt annað en að gera okkur þyngri. Megnið af þessu mat fer í að halda okkur hita, hreyfa okkur og viðhalda líkamannum. Við notum meira að segja töluvert af þessari orku í að melta allan þennan mat sem við erum að borða. En af hverju skiptir þetta máli? Jú, þegar við horfum á svona píramída sem að sýnir okkur raun og veru hvað er mikið af lífverum á hverju stigi. Þetta eru frumframleiðendur hérna neðst, svo koma fyrsta stigs neytendur og síðan annars stigs neytendur og toppneytendurnir eru efst. Það er misjafnt hvað eru mörg stig, en þetta myndar alltaf svona nokkurn veginn píramída því það er alltaf langmest af frumframleiðendum, töluvert minna af fyrsta stigs neytendum, enn minna af annars stigs neytendum og það er alltaf bara pínulítið af toppneytendum. Þetta er vegna þess að orkan sem að myndast við ljóstillífun hjá frumframleiðendunum, hún nýtist ekki nema litlu leyti í vöxt hjá fyrsta stigs neytendunum, því að þeir tapa megninu af þessar orku út vegna þess að þeir eru að halda á sér hita og hreyfa sig. Hún sem sagt tapast út sem hiti eða varmi. Sama gerist hjá annars stigs neytendunum og toppneytendunum. Þannig að megnið af orkunni sem verður til hérna neðst, hún tapast út á leiðinni sem hiti eða varmi. Og því er afskaplega lítið alltaf til af toppneytendum. En þá er þessum fyrsta kafla lokið.